Ófærðin á höfuðborgarsvæðinu hefur gert mönnum ýmsar skráeyfur undanfarna daga. Sigurður fór á stóana eins og hans var von og vísa. Yfir til þín, Siggi minn. Þakkaði fyrir Sigtryggur. Jú, það reyndi á þolrifin í mörgum að sitja fastir á leiðinni milli Hafnarfjarðar og Reykjavíkur og geti ekki hreyft sig spönn frá rassi klukkutímum saman. Og ennþá einu sinni virðist að koma okkur höfuðborgarbúum í opna skjöldu að það skuli snjóa á veturna á Íslandi. Og hér fremst í rauninni tökum við talið hann sem veldur öllu öngþveitinu, en hann er einhvers á litlum bíl og rennisléttum dekkjum. Þú áttir ekki vona á þessu veðri? Já, vona mér alltaf svona veður komi fyrir það síðar. Ja, þú ert nú ekki sérlega vel undirbúinn til vetraraksturs? Nei, ég er það ekki. Nei, það eru hérna fleiri hundruð mann sem að bíða inn í röð á eftir. Já. Og þú ert bara hér á einhvers á sléttum dekkjum? Hörðu, sjá til, ég er með 86.000 krónur í laun á mánuði. Af því náttúrulega tekinn skattur, svo þarf ég að borga 42.000 í húsalegu, 10.600 í meðlag og ég meina, hérna, ég bara hef ekki efni á vetrardekkjum. Veistu hvað umgangurinn kostar? Já, nei, ég vissi nei. Nei, ég meina, ég sjá alla sem frætta mig hérna, þeir eru allir á hærri launum heldur en ég. Hvernig veistu það? Ég sé það bara á vetrardekkjunum. Ég sé það á dekkjunum. Nú? Já, þetta er bara kjarabarátta, ekkert annað. Kjarabarátta? Já, ég menn það er ljóst að gömlu aðferðirnar duga ekki lengur. Nú ætlum ég að sitja hérna og spóla þangað til ég er búinn að fá kjarabætur sem að duga mér til þess að kaupa ný vetrardekk. Það er bara að hafa það.